Þá segi ég settan 24. fund sveitarstjórnar Rangárþings ytra. Áður en við göngum til fyrirliggjandi dagskrá þá tillaga að við bætist liður 9 Helluþorp 90 ára og 17 Lundur stjórnarfundur nr. 24 og liður 18 Lundur stjórnarfundur nr. 25. Aðrir liðir færast til í samræmi. Þeir sem geta samþykkt þetta geðmerki, það samþykkt samhljóða. Áður en við göngum til dagskrár, þá ætla ég að gefa Ágústi sveitarstjóra orðið. Hann ætlar að fara yfir helstu mál á milli funda. Svo Ágúst. Já, takk fyrir það, oddviti. Það nú bara mjög margt að gerast. Það sem að ber nú hæst í rekstri sveitarfélagsins akkúrat þessa dagana endurskoðunarmál. Það sem sé eru hér núna endurskoðunarnir okkar að vinna á fullu. Og það gengur ágætlega. Þannig að við eigum að, sem sé að það má segja, hinn sameiginlegu verkefni þau eru að vera búin. Þannig að við eigum að geta staðist þann tíma frest sem að við settum okkur að það verði afgreitt til úr byggðar og þetta fyrstu umræðu núna næsta byggðarásfundi 27. apríl. Þannig að þá fylgir það bara okkar áætlun. Nú síðan hefur verið núna, getum við sagt, mjög mikið í kringum þessi ljósleiðaramál og þessi styrkjamál Ísland ljóstengt. Það náttúrulega bara var allt á kafi í því í síðustu viku og síðustu helgi. Það liggur þetta fyrir þessu fundi að fara yfir það. Þannig að það kannski svona stærsta málið svona þessa dagana. Og síðan eru úr rekstrinum og það má segja frá því að starfsmannasamtölin eru í gangi og þannig að við erum alltaf að taka starfsmannasamtöl bæði inn á stofnunum og síðan þá ég við forstöðumenn og þá sem er á skrifstofunni og reynum að klára þau núna í apríl sem að skiptir svona máli fyrir okkar innra starf og þannig að halda reglu á því öll saman. Og síðan held ég að ég vísi nú bara til þess sem kemur fram á fundinum önnur mál og það má eiginlega segja að það sé alltaf ferð og flugi hjá okkur í bara mörgum málum. Það er mikið af málum sem að koma fyrir skipulagsnefnd og fólk með hugmyndir uppbyggingu sem bara gleðilegt. Það má segja að það sé eitt sem að við auðvitað fáum mikla fyrirspurnir leiguhúsnæði. Það vantar leiguhúsnæði hérna hjá okkur. Og það ekki bara okkar vandamál, það náttúrulega bara alls staðar hérna í kringum okkur og jafnvel víðast hvar á landinu. Það mjög mikil eftirspurn eftir leiguhúsnæði. Og þannig að það auðvitað sveitarfélagið á auðvitað þó nokkuð af húsnæði en það allt í notkun eins og staðan núna. Þannig að það svona hvað ég var að segja. Það verkefni að leysa, að reyna að ýta undir það að það sé meira húsnæði laust með einhverjum ráðum. Þetta gott þetta. Takk fyrir það. Tek undir þetta og segja ánægjulegustu tíðindi núna að það var skrifað undir stjórn undarskrifa undir samning annan áfanga Lundar og það mikið fagnaðarefni að sjáist fyrir endan á því verkefni og mikill hugur því samfara að sjálfsögðu. En það eins og annað, það bara mikið að vera og ég man ekki eftir því að það hefur verið svona bjart framundan í raun og veru og margt að gerjast og margt skemmtilegt að koma upp í hendunar okkur. En látum þessu lokið, göngum til dagskrár og það fyrsti liður, byggðarráð Rangárþings ytra, 20. fundur. Eitthvað sem þið viljið ræða í henni? Ef svo ekki, þá liggur fyrir tillaga að staðfesta fundargerðina, þeir sem geta gert það gefi merki.
með samþykkt samhljóða. Þá fyrir við í lið 2, skipulags- og umferðarnefnd, 92. fundur. Það vísað til umfjöllunar á einstökum liði, fundargerðin öðru liti staðfesti fyrir gegnum hvern og einn lið með hefðbundnum hætti, svo gert og gerir ráð fyrir að sveitarstjórn samþykki samhljóða niðurstöðu skipulagsnefndar til stoppi mig af ef það eitthvað sem þið viljið ræða. Það liður 2.1, hægilóð. Geislastaðir beiðni landsskipti. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við fyrirhuguð landsskipti en vekur athygli á að ágreiningur á milli eiganda lóðarinnar Bustabrekku landnúmer 165224 og aðila landsskiptana afmörkun lóðarinnar. Lóðin innan upprunalandsins ásamt aðkomuvegi, því tekur nefndin ekki afstöðu til ytri afmörkunar þeirra lóðar með til eignarhalds á aðkomuvegi í tengslum við þessi landsskipti. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Liður 2, endurskoðun aðalskipulags. Farið var yfir efni og áherslu lýsingar. Gísli Gíslason ráðgjafi mun uppfæra lýsinguna í samræmi við umræður á fundinu sem hann hefur þegar gert. Skipulagsnefnd samþykkir lýsinguna og leggur til að hún verði kynnt samkvæmt 1. málsgrein 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það tillaga sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.3, minnkun vatnsverndarsvæðið í Keldur og Rangárvöllum. Skipulagsnefnd leggur til að afgreiðslu verði frestað að sinni eða þar til álit Ísor fyrir Rangárþing eystra liggur fyrir. Það tillaga sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Þarna niðurstaða Ísor, hvað felst í því? Það felst í þessu að það heilmikið vatnsverndarsvæði við Keldur en það hefur komið í ljós við rannsókn Ísor fyrir okkur að vatnsbólið Keldur spillt af yfirborðsvatni. Það sem sagt í leysingum að þá spillast lækirnir og uppspretturnar og verða bara móraðar og þess vegna það að beiðni ábúandi Keldum af því að vatnsbólin ekki nýtanleg til neyslu að vatnsverndarmörkin verði minnkuð til samræmis við það. Og við fengum Ísor sem þetta aðaltækni og ráðgjafinn fyrir sveitafélög og alla bara að þessu leyti og það liggur fyrir tillaga sem sagt eða álit þeirra óumdeilt eða ágreiningslaust það að þetta sé bara í lagi en fyrir neðan Keldur. Þar aðal vatnsból Rangárþings eystra í Krappa og þau ná aðeins saman vatnsverndarsvæðin í Krappa og Keldur. Þannig að þeir vildu, eða við kynntum þetta að sjálfsögðu fyrir af því að þetta mögulega geti haft áhrif þar eða þeir fengi að fylgjast með þó að Árni Hjartarson í Ísor segir svo sé ekki. En þeir vildu sjálfur fá að tala við hann eðlilega og hafa beðið hann það að gera úttekt á vatnsbólinu sínu í Krappa, Rangárþings eystra og vilja bara fá sjálfur álit hans á því áður en ekki umsögn til okkar þannig að þetta getur verið ekki. Þannig eiginlega og þeir eru búin að taka svolítið tíma til þess, þetta svona tafðist, við erum búin að funda með Rangárþingi eystra í tvígang og það raun og veru engin ágreiningur nema þeir vildu bara fara þessa leið til þess að fullvissa sig að þeir veru sjálfur að leita til hugsa. Eðlilega. Fullnægjandi, Billy. Já, það tillaga sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Skipulag sunnan Suðurlandsvegar. Farið var yfir efni og áherslur í lýsingu, athugasemdir Skipulagsstofnunar ræddar og metnar. Skipulagsnefnd
telur að búið sé að koma til móts við allar athugasemdir Skipulagsstofnunar og leggur til að lagfærð lýsing verði kynnt samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Það er tillaga um sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. 2.5. Dvalarheimili Lundur, deiliskipulag. Farið var yfir efni og áherslu lýsingarinnar. Skipulagsnefnd samþykkir lýsinguna og leggur til að hún verði kynnt samkvæmt 3. grein 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það er tillaga um að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. 2.6. Jarlsstaðir, deiliskipulag fyrir Alifuglahús. Farið var yfir framkomnar athugasemdir og ábendingar. Skipulagsnefnd frestar afgreiðslu þar til niðurstaða liggur fyrir úr yfirstandandi rannsókn á vatnasviði svæðisins. Það er tillaga um að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. Já, kannski bara láta koma fram svona upplýsandi hvenær er væntanlega niðurstöður. Er ekki stutt eftir? Já, það gæti verið smá möguleiki að það yrði eftir svona 2-3 vikur. Já, klárlega fyrir næsta skipulagsnefndarfund og sveitarstjórnar myndi ég halda. 2.7. Nefsot, deiliskipulag, tjaldsvæðis. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send skipulagsstofnun til afgreiðslu. Það er tillaga um að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. 2.8. Bindalsholt, deiliskipulag. Athugasemdir skipulagsstofnunar ræddar og yfirfarnar. Skipulagsnefnd telur að áform landeiganda samræmist ákvæðum aðalskipulags Rangárþings ytra 2010-2022 heildarstærðir bygginga sem tengist ferðamennsku á landbúnaðarsvæðum. Skipulagsnefnd telur því að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send skipulagsstofnun til afgreiðslu. Og það er tillaga um að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. 2.9. Deiliskipulag við grunnskólan á Hellu. Skipulagsnefnd telur að tillaga sé eigi að vera til hliðsjónar við gerð deiliskipulags á svæðinu. Skipulagsnefnd leggur því til að hafi verið vinna við deiliskipulag á grunnskóla og íþróttasvæðinu á grundvelli tillögu C. Og það er tillaga um að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. 2.10. Snjallsteinshöfði 1D deiliskipulag. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá lýsingu þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Það er tillaga um sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. 2.11. Nestún 3 byggingaleyfi, stækkun og færsla á bílskúr. Skipulagsnefnd leggur til að áform umsækjanda verði grenndarkynnt samkvæmt grein 592 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Nefndin telur hagsmunaaðila vera íbúa nærliggjandi lóða í götunni. Það er tillaga um að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. 2.12. Sláturhúsið á Hellu umsókn stöðuleyfi fyrir brennbað. Skipulagsnefnd hafnar erindinu og leggur til að tiltekinni starfsemi verði frekar fundinn staður á lóð stöðvarinnar á Strönd og sótt verði byggingarleyfi í stað stöðuleyfis. Skipulagsfulltrúa verði falið að ræða við umsækjanda framtíða staðsetningu umræddrar starfsemi. Það er tillaga um að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. 2.13. Rammaáætlun 2013-17. Lögð fram til kynningar. 2.14. Friðlandafjallabæki. Sveitarstjórn telur að þær hugmyndir sem kynntar
Já. Þetta var lagt fram til kynningar í skipulags- og umferðarnefnd. Nú tillaga það að þannig að sveitarstjórn telur þær hugmyndir sem kynntar eru í skýrsludrögunum séu mjög áhugaverðar og leggur til að áfram verði unnið eftir þeirri línu sem þar lögð. Þeim sem vilji ræða í þessu. Þetta í raun og veru á þau nótum bara sem við höfum verið að ræða þetta allt saman opið. Þetta snýst það að stækka Friðlandi að Fjallabæki eins og þið eru öll búin að sjá og að það verið talað við nágranna sveitarfélög og haft eitthvað samráð mögulegt framhald. En skuldbindingalöst í raun og veru. En að fólk tala saman. Sáttu þetta. Skoðast það samhljóða. Þá fyrir við lið 3, Oddi BS, 3. punktur. Vísaði til umfjöllunar á einstaka liði en fundargerðin öðru leyti til kynningar. 3.1. Átak eflingar leikskólastigsins. Ágúst, má ég gefa þér orðið aðeins þetta? Já, takk fyrir Oddviti. Þetta var sem sé fjallað þetta í stjórn og Odda, þetta átak til eflingar leikskólastigsins sem við höfum fengið til kynningar áður og þar var tekið mjög vel í þetta og stjórnin telur að bara mjög áhugavert að hrinda þessu átaki í framkvæmd. Til þess að það sé hægt að þá þarf eins og fjármuni frá sveitarfélögunum og það talið að þetta muni kosta 3 milljónir króna umfram það sem áætlað til þessa málaflokks á þessu ári miðað við að átakið hefjist eða kostnað byrja að falla til frá 1. september í haust. Og stjórnin óskast því eftir þessu auka framlagi frá sveitarfélögunum Rangárþingi Ytra og Ásarhreppi. Og nú það þannig að við rekum þetta auðvitað saman og við erum með mjög skýra reglur í því hvernig kostnaði skipt og leikskólarnir eru gerðir upp saman og prósentan þar núna þannig að Ásarhreppur greiðir sem sé rétt tæplega 14% af kostnaði og sem þýðir þá nákvæmlega í krónutali með þessar 3 milljónir að það verið óska eftir því frá Rangárþingi Ytra að við samþykjum 2.560.000 til Odda BS til þessa átaks og til þess þarf þá að samþykja viðauka og hann þarna í tillögu formi og ég bara bæta því við að það bara mjög mikill áhugi fyrir því að koma þess á stað og rauninni bara beðið eftir niðurstöðu okkar hér til að ráðast í að segja frá þessu og því að erum við örugglega að gera eitthvað sem á landsvísu bara verulega flott og líklegt til árangurs. Takk fyrir þetta, orðið laust. Já. Gjörðu svo vel. Takk. Ég bara spekulera, þetta sem sagt áviðum fólk sem í háskólanámi að læra að vera leikskólakennarar. Eða ekki? Takk fyrir, Ágúst, gjörðu svo vel. Já, jú, þetta ekki bara það, þetta sem sé eins og í gögnum undir sem sé fundargerð til dæmis Odda að þá þetta fyrsta lagi þetta snýr þetta að í rauninni vinnu aðstöðu leikskólakennara aukinn tíma til undirbúnings sem nýmæli í þessu fyrir sem sé menntaða leikskólakennara og síðan snýr þetta að því að styðja fólk til náms í leikskólakennarafræði. Og þar eru nokkra leiðir til að sem sé stuðnings, bæði
beitt stuðningur við alla sem að hérðan koma og sækja þetta nám, stuðningur við fólk sem að starfar hjá okkur og vil taka nám með vinnu og stuðningur við lokaverkefni og slíkt sem að nýtist í starfinu hér. Hvað þetta Ágúst? Hvernig úthlutað úr þessu? Hvernig, þá þetta fjárhæð sem ætluð í stuðning við, eins og þú segir, nám og ýmislegt annað. Já. Þá hvernig á að úthluta peningum? Já, það er sem sé það er bara nákvæmar reglur það, hvernig það er gert í rauninni. Það er auðvitað varðandi nám, að þá ráðum við auðvitað ekki við kannski nema ákveðin fjölda á hverju ári og það er þá í samráði við leikskólastjóra hvað við höfum mikið bólmagn á hverju ári. En aftur á móti varðandi kjörina þá gerist það bara gegnum, það gerist bara sjálf krafa 1. september að það kemur aukin undirbúningstími. Það er að segja, við erum að tala um það að, sem sé, að ráða inn fleira fólk til að leysa af menntaða leikskólakennara í sínum undirbúningstíma, þannig að þeir fái tíma til þess að undirbúa sitt faglega starf. Og það er kannski stóra málið í því. Þannig að það er ekki huglægt mat í þessu nema bara því leitinu til hvað við ráðum við marga í nám á hverjum tíma. Það er ekki endalaust. Þá þarf að samþykkja bara fjárhagsáætlun fyrir hvert ár. Hér er raun og veru byggðsamlega Oddi sem að heldur utan þetta og gera þetta samráði við leikskólastjórana. Annars vegar er náttúrulega bara farin hluti af peningunum beint miðað við þessu hugsun að starfandi leikskólakennarar að þeir fá þennan tíma en þeir hafa ekkert umfram tíma þess að þarf að ráða fólk inn í staðinn fyrir og þetta á að brúa þann kostnað hluta og síðan auðvitað vonumst við til þess að einhverjir muni nýta sér menntastyrkinn og það er reyndar vonið til þess og við auðvitað ráðum ekki við að leysa allt vandamálið á einu bretti en þetta er svona viðleitni til þess að fara af stað og ef að ásóknum verður meiri og við ráðum ekki við það þá verðum við svo síðan bara að skoða það í framhaldinu hvernig við metum það en þetta er auðvitað bara frábært skref í því að reyna að færast nærri því að uppfylla skyldur okkar gagnvart menntuðu fólki á leikskólanum sem að í raun og veru sama vandamál og við vorum að glíma við í grunnskólanum fyrir 30-40 árum síðan og er núna leyst sem betur fer og við höfum menntastarfsfólk eins og vera ber en það þarf að leysa þetta í leikskólanum og þetta er skref til þess og eins og Ágúst sagði þetta er svolítið frumkvöðlega skref, það er ekki margir sem hafa gert þetta með þessum mann þannig að þetta er fagnaðarefni Norðurlaust, eða vilja fleiri Ágúst Gjörsson. Takk fyrir, bara bæta við, bara benda á, hérna er þessi lesning, hún er farið undir fundargerð 8 og þá er hérna þetta plagg og það er fjölgun, þetta snýst fjölgun fagmenntara í grunninn, það er þetta sem að rekur á eftir okkur í rauninni af stað og svo, það er hérna bætt kjör í formi aukins undirbúningstíma og síðan hvatning til náms, en það má segja bara bæta við það sem að Oddviti nefndi hér að það er að meðaltali er 30% fagmenntaðir við störf á leikskólum á Íslandi og við erum undir því meðaltali og í þessu áætlun okkar ætlum okkur að ná meðaltalinu í fyrsta áfanga og síðan að auðvitað stefna hærra í framhaldi. Þannig að þetta er eins og þú segir Oddviti að þetta er eins og var í grunnskólanum fyrir allmörgum áratugum síðan. Það er Ágúst, Margrét Tryggvadóttir. Já, bara mér langar bara að fagna þessu, ég held að þetta sé góðu leið til að fá fleiri fagmenntaða og náttúrulega mikilvægt að koma þessu bara að auglýsa þetta vel þannig að við kannski fáum fleira starfsfólk fagmennta bara með eftir sumarfrí með haustinu, það er bara mjög gleðilegt. Takk. Takk fyrir það. Já, ég tek undir það. Það er mjög mikið atriði leið og þetta er orðið samþykkt og frágengið að það sé ekki dregið að auglýsa þetta því að það þarf svolítinn undirbúning þess sem að mögulega færu til náms í haust að
þeir þurfa nú bara eiginlega að vita það núna. Það er nú bara svo liðis. Umsóknarfresturinn er held ég til 15. maí eða eitthvað alveg. Þannig að við þurfum að herra okkur. En fleiri hafa ekki hvað þessi ljós. Það liggur fyrir tillaga að efna til átaks til efningar leikskólastigsins, aukinn kostnaður á árinu til þess að þetta Já, árinu 2016 er áætlaður 3 milljónir króna eins og fram hefur komið. Kostnaður við átakið er hugsaður reiknist með frá 1. september. Og það er tillaga sveitarstjórn samþykki viðauka 1 við fjárhagsáætlun ársins 2016 að upphæð 2.560.000 til Odda BS vegna sérstaks átaks til efningar leikskólastigsins. Kostnaður verið mætt með lækkun á handbæri fé. Þeir sem að geta samþykkt þetta gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá finnum við 3.2. Vistun á leikskóla eftir sumarlokun. Kynnið þú ekki þetta líka, Ágúst? Já, ég get gert það. Þetta er sem sé fyrirspurn sem var sett af stað hér á sveitarstjórnarfundi að kanna þetta. Áhuga fyrir svona þessari breytingu sem sé að kanna hvort að vera áhuga fyrir að opna á í rauninni skóladagheimili á þeim tíma þegar sem líður frá því að sumarfríi lýkur og þar til grunnskóli hefst, og þessu var síðan vísað til skoðunar hjá stjórn Odda eftir sem sé að leikskólastjórar og höfðu farið yfir þetta mál vel, og þar var niðurstaðan sú í ljósi þeirra upplýsingar sem liggja fyrir áhuga á þessu að halda áfram með núverandi fyrirkomulag og breyta þess ekki. Það er kannski stóru rökin kannski sú að inn á leikskóla betra að börni komi inn á leikskólan aftur, að þetta er langur tími sem líður þarna á milli, frekar heldur en að fara á nýjan stað, þannig að þau þekkja sig auðvitað á leikskólanum og þar er faglegt starf í gangi meðan að skóladagheimilið væri þá meira eins konar pössun. Þannig að það var niðurstaðan að það væri faglega sterkara að börnin kemur þá frekar á leikskóla. Þannig að þetta var einfaldlega niðurstaðan. Hann halda bara áfram með núverandi fyrirkomulag. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja ræða þetta. Svo er ekki þá tillaga að þetta verði lagt fram til kynningar. Þá fyrir við lið 4. Fjarskiptamál í Rangárþingi ytra. Fyrir liggur að tilboð Rangárþings ytra í fjármuni á vegum verkefnisins stjórnvalda Ísland ljóstengt skilaði þeim árangri að sveitarfélaginu stendur til boða styrkur á árinu 2016 að upphæð 118.050.000. Það liggur fyrir tillaga að þykja styrkin og fela sveitarstjóra að ganga til samninga fyrir hönd sveitarfélagsins og vinna verkefnið áfram. Ágúst, viltu renna yfir þetta aðeins frekar? Já, þetta ekki gert það. Þetta var mjög spennandi, það skal viðurkennt, því að þetta var bara, við vissum svo sem ekkert hvernig þetta myndi fara, en við sem sé sendum inn þarna tilboð og buðum í rauninni í allan þann styrk sem var í boði á söðursvæði, 145 milljónir, og niðurstaðan var svo að eftir að tilboð er búið að opna tilboðin, að þá standa okkur til boða 118 milljónir rúmar af þessum 145 sem er í sjálfu sér ótrúlegur árangur. Það er rúmlega 1/4 af öllum þeim peningum sem voru í boði á landinu og reyndar auðvitað stærstur hluti þess sem var í boði hér á Suðurlandi. Þetta var aðeins misjafnt eftir
eftir landslutum hvernig þetta var. Það var miklu meiri samkeppni til dæmis á norðvestursvæði og kemur reynda bara þarna fram þeim sem er boðinn styrkur en til dæmis á norðvestursvæði voru mjög mörg tilboð. Þar voru sveitarfélögin greinilega komin öll lengra heldur en almennt hér á Suðurlandi, voru meira tilbúin í þetta, þannig að þar var spennan mest og það voru sem sé 450 milljónir í boði á landinu en það var mun meira sem var boðið heldur en það, þannig að það er mjög margir sem fá ekki styrk í þessari umferð. Þannig að það má segja að það hefði skilað sér að við vorum búin að undirbúa okkur svolítið hérna og vorum komin dálítið vel á stað og það er auðvitað frábært að eiga þennan möguleika og gera það að verkum að við höfum raunverulega möguleika að leggja ljósleiðara hér sveitarfélagið okkar á næstu árum eða misserum. Þannig að það er bara ánægilegt, svo maður noti nú ekki sterkari lýsingarorð. Takk fyrir það. Ég tek undir þetta með Ágústi, ég held að það sé lykillinn af því að við eigum möguleika á þessum styrk núna, það er að sveitarstjórnin stóð saman af því að stökka til á síðasta ári með litlum fyrirvara og notfæra sér þá skurði og þar lagnaleiðir sem að þá voru í boði og undirbjuggu þetta til þess að þetta væri mögulegt. Ef við hefðum ekki gert það þá værum við í mun lakari stöðu og þetta var lykillinn af því að þetta geti gengið svona hratt og vel fyrir sig með mikið fagnaðar og í raun og veru ótrúlegt og ég held að enginn trúa því fyrirfram þegar að við vorum í þessari óvæntu stöðu á sínum tíma með litlum fyrirvara. En orðið laust, ekki hafa fleiri kvæðsel hljóðs, en tillagan sem liggur fyrir svo hljóðandi, tillaga er að þiggja styrkinn og fela sveitarstjóra að ganga til samninga fyrir hönd sveitarfélagsins og vinna áfram á verkefninu. Þeir sem ekki geta samþykkt þetta gefið merki, samþykkt samhljóða. Þá fyrir við liðið til 5. Ungmennaráð. Fyrir liggur samantekt starfsemi ungmennaráðs Rangárþings Sytra sveitarstjórn. Telur mikilvægt að hvetja til virkra þátttöku í ungmenna og mótun starfs á vegum sveitarfélagsins. Tillaga er að fela sveitarstjóra að virkja starfsemi ráðsins og undirbúa að ráðið geti tekið til starfa af fullum krafti næsta haust. Ágúst, sveitarstjóri, fylgdu þessu aðeins eftir? Já, þetta er, svo kemur fram í samantekt sem að Eiríkur Sigurðsson tók saman, fór svolítið yfir þetta og tók saman þau gögn sem eru til hjá sveitarfélaginu og kannaði líka hvernig staðan er hjá öðrum sveitarfélögum. Að þá það er til erindisbréf og það var auðvitað á tímabili bara mjög góð starfsemi og virk starfsemi í þessu en svo hefur þetta svona verið eins og með annað svona vill fara svolítið í bylgjum, stundum mikið að gerast og stundum minna og núna er svolítið minna að gerast. En ég held að sé ljóst að það er ákveðin vakning í þessu hjá öðrum sveitarfélögum. Menn eru svolítið að vakna og það er að virkja unga fólki og það þarf að bæða æfa það í að taka þátt í að móta samfélagið og allt það og að vera þáttakendur auðvitað á sem flestum sviðum. Að það sé ákveðin vakning núna og það er hægt að læra ýmislegt af öðrum og nýta þá svona þekkingu sem liggur fyrir í hvernig má virkja svona lagað enn frekar og nú höfum við hér meðal annars starfsmann sem getur sinnt þessu og haldið utan þetta það er nauðsynlegt
og gæti starfað með nefndunum og með ungmennaráðinu og þetta auðvitað unnin í tengslum við skólana, það koma fulltrúar meðal annars í svona ráð. En trúlega erum við orðin og sein núna á þessu ári fyrir en bara í haust. Því að skóla fer auðvitað ljúka frá þeim og þá fara menn út í sumarið. En ég held að þetta sé mjög mikilvægt að reyna að koma þessu í gang. Og þá, þetta er oft verið tengt við sem sé tómstunda og íþróttanefnd sérstaklega, sem auðvitað bara mjög gott. Þar liggur oft áhuginn hjá ungu fólki en það ekkert síður samt annars þar sem að ungs fólks þörf til að hafa skoðanir og koma með tillögur og íta málum áfram eins og bara í skipulagsmálum eða fræðslumálum eða umhverfismálum eða eitthvað slíku. Þannig að ég held að það sé spennandi að reyna að koma þessu svolítið í gang. Ekki fleira. Takk fyrir þetta, Ágúst. Orðið laust þetta. Fyrir að beða sér ekki ljós, þá ber ég fyrirliggjandi tillögu þeir sem geta samþykkt hana geðmerki. Tillagan samþykkt samhljóða. Þá fyrir við lið 6. Rekstur Brúalundar. Tillaga að staðfesta fyrirliggjandi samning leigu á hluta sveitarfélagsins í Brúalundi til ungmennafélagsins Merkigvols. Eitthvað sem þið vilja ræða frekar þetta. Það rétt áður, Ágúst Svelstjóri Gjörsvel. Það þarna sem sé samningur sem að liggur fyrir og síðan eru sem sé í honum vitnað í svona úttekt á húsinu og hún sem sé við erum búin að senda mann og taka myndir af þessu öllu og eigum það allt saman og látum það fylgja með þessum samningi og þannig að það var hins vegar ekki í gögnum þannig að það vantaði inn í gögnum en komið núna. Takk fyrir þetta, Ágúst. Margrét Terpa. Já, bara spyrja það svo langt síðan þetta var ákveðið, var erfitt að ganga til samninga eða bara dróst þetta af einhverjum sérstökum ástæðum? Takk fyrir það. Já, þetta ég ekki svara því. Nei, þetta dróst ekki frá okkar hendi. Við komum með tillögu að samningi bara strax en síðan hefur fólk bara verið að velta þessu fyrir sér. Merkigvoll á 1/5 af húsinu. Þannig að þetta rauninni hlutur Rangárþings ytra sem að þau þá að leigja. En þau gáfu sér bara svolítið tími í þetta. Það bara þannig. Og ég raka ekkert mikið eftir því. En tillagan lá fyrir árið síðan. Fleiri sem vilja kveða sér ljós. Svo ekki, þá ber ég upp fyrir líkjandi tillögu þeir sem geta samt hana geðmerki. Tillagan samþykkt samhljóða. Þá var það liður 7. Fyrirspurnir og erindi frá álista 2016. Hljóðar svo hver eru framtíðaráform húsnæði og starfsemi félagsmiðstöðvarinnar Hellisins. Undir þetta skrifa Margrét Terpa, Sigdís og Magnús. Margrét Terpa, vilt þú fylgja þess eftir? Já, takk. Já, þetta er kannski svona októberfundi byggðarráðs, þá voru lagðir fram minnispunktar starfsemi félagsmiðstöðvarinnar og svo var gert ráð fyrir meira fjármagni í félagsmiðstöð á þessu ári og var jafnvel hugsun hvort það ætti að stækka rými fyrir hana hér notandi þennan fundarsal þegar sveitarfélagið færi upp. Nú skóla árið að verða búið og væri svona okkur þætti fróðlegt að fá að vita svona aðeins hvernig starfsemin gengur fyrir sig. Hvort að þetta sé ennþá vilji að stækka húsnæðið, hvort það vilji meira húsnæði, hvort þetta húsnæði henti. Bara fá svona pínu stöðu mat á félagsmiðstöðinni og geta þá undirbúin koma til skólaár. Með það til hliðsjónar, hvort þetta verði með óbreyttu sniði og þess áttar. Takk fyrir þetta. Segir þú þetta, Ágúst? Jú, og gefa þér oddviti. Nei, sveitarstjóri orðið. Já, oddviti. Það sjálfsögur ekki svona bara frá hendi sveitarfélagsins ekki nein breyting. Við bara erum stefnum á þetta. Það þessi hrókenning innan hús sem nú bara að ganga upp. Það að segja, taka efstu hæðina í gagnið
stærstu leigjendurnir Steinsholt fara þangað upp og við vissum svo mikið alveg hvernig það myndi verða nákvæmlega en þetta gengur bara mjög vel þannig að það ætti að geta orðið svona nokkurn veginn á áætlun sem var stefnt á það var núna í maí eitthvað svoleiðis og það þýddi þá að þá losnar það rými sem sveitarfélagi getur nýtt sér og síðan var búið að undirbúa hérna með fræðsluneti Suðurlands og Háskólafélagi Suðurlands að þetta rými hérna sem við sitjum í geti líka nýst fyrir sem sé þá sem í námi og það sem sé svo áætlun bara óbreytt og fræðslunetið ætlar að leggja hérna til húsgögn og slíkt og hugmyndin var þá svo að félagsmiðstöðin gæti nýtt þetta rými hérna líka þegar hún þarf á því að halda geti flætt hérna inn í þetta rými það er bara sama áætlun í gangi hvað það varðar og ég veit ekki annað heldur en að þau sem eru í að halda utan á félagsmiðstöðina fyrir okkur bara séu með á því en annars held ég að sé bara mjög fínt að fá þau til að bara hitta okkur eða þá að búa til stutta skýrslu eða eitthvað slíkt, það er bara sjálfsagt mál en áætlanirnar eru óbreyttar að þetta myndi frá og með næsta hausti allavega að vera tilbúið þannig að við hefðum sumarið til að ganga frá þessu. Takk fyrir þetta. Verður Þú segir eitthvað á undan. Sko, mér dettur í hug sko hvort að við getum brugðist við þessu með því að fela sveitarstjóra að taka saman einhverjar hugmyndir. Ég held að getum kannski ekki sagt endilega kannski komið með tillögur eða tæki saman hugmyndir mögulegar breytingar í samráði við þá sem að stýra félagsmiðstöðinu og þetta skólastjórana en hann má kannski segja bara við felum honum að taka saman þessu punkt að þá gerir hann þetta í samstarfi og samráði við þetta fólk. Það er svona, hvort er ekki eðlilegt að fara í þennan farið. En gjör svo. Já, jú, við finnst allavega það væri áhugavert að fá smá punkta starf félagsmiðstöðvarinnar og húsnæðismál og þess áttar og eins líka hvernig að það er nú talað að þetta eigi verið félagsmiðstöð beggja grunnskólana og misjætt hvað maður heyrir með hver nýtingin þannig að þetta væri svolítið gott að fá pínu stöðumat og jafnvel þá fyrir næsta sveitarstjórnarfund eða byggðarráðsfund en ég held að sveitarstjórnarfundi væri líka bara fínn tími að taka þetta saman fyrir næsta reglulega fund sveitarstjórnar fá smá skýrslu og bara félagssveitarstjórn að vinna það í samræmi við okkar umræður. Ég held að þessi bara rakið í leiðinni að ræða þetta aðeins við Ásahrepp og sjá hvernig þeim líst á hugmyndir og hvaða sýn þeir hafa á þetta líka í leiðinni. Þetta tengist þeim. Já, því að ef ég má bæta við að það er náttúrulega líka svolítið svona gráu svæði með félagsmiðstöðina, hún er hugsuð fyrir báða skólana en virðist vera svolítið á okkar herðum hvort að hún jafnvel ætti heiminn odda en má nú ekki alveg kannski samt setja hana þar en þetta er svona, já, það verður gott bara að ræða þetta. Akkurat, takk fyrir þetta. Já, þá liggur orðið fyrir tillaga að fela sveitarstjóra að taka saman stöðuskýrslu varðandi framtíðaráform framtíðaráform hellisins og leggja fram á næsta fundi sveitarstjórnar. Sátti þetta. Þá skoðast það samþykkt samhljóðan. Þá förum við í lið. Fyrirgefðu Magnús, gerðu svo vel. Sko, ég ætla nú að skjóta þessu að í óundirbúnum fyrirspurnum áðan en veit ekki hvort ég hafði ekki
hafi þann lið ekki lengur. Óundirbúinn fyrirspurnatími. En það á ágætlega við hérna líka. Mér langaði bara að spyrja að ég svona nota tækifæri svolítið, að spyrja stöðu hérna seiruverkunar fyrirbærisins á Strönd og hvernig það mál stendur. Hvort að þið getið svarið því svona óundirbúið veit ég ekki en svona er búið að undirbúa, er Strönd tilbúin til að taka móti þessu og að verka seiruna, vitið þið þetta? Það er spurningin. Takk fyrir Magnús. Góð spurning. Takk fyrir spurninguna. Ef að það veit einhvert okkar þetta eitthvað, þá er það Ágúst sveitarstjóri og ég tel rétt að vísa spurningum til hans. Gjörðu svo vel, Ágúst. Þetta er sjálfsagt að svara því. Þetta er bara í því ferli að staðsetja rotþrær, setja þær inn í sameiginlega gagnagrunn og sem að við eigum og erum að nota þessi sveitahjölu sameiginlega. Það er ekki mjög langt komið en vonandi náum að klára það í sumar. Það var að framhald spurning. Gjörðu svo. En hvað með móttökuna á efninu og verkunina á kalka, seiruna og síðan nýta hana? Þetta tengist bara hinni vinnunni sem fjallar að nýta seiruna til uppgræðslu og ég er forvitin í á marga kanta í þessu. Hvað fyrir Magnús? Ég bara bæta því við að sorpstöðin er auðvitað með það mál og þar sjá mann fyrir sér nokkra möguleika. Það er ekki búið að ákveða í sjálfu sér nákvæmlega hvernig á að gera þetta. En uppsveitarmenn í Árnessýslu eru komnir með búnað sem að trúlega er snjall fyrir þetta. Þannig að við erum að reyna að læra af þeim og hugsanlega getum við samnýtt það eitthvað sem er kölkunarbúnaður. Þannig að það má segja að það er í vinnslu, málið er í vinnslu. Vinnslustigi. Það er ekki komið neitt, endanlega ekki neinn aðstaða sérstök á Strönd ennþá. En stjórn sorpstöðvarinnar fjallar málið og er að skoða möguleika í þessu bara. En við auðvitað förum ekki að safna seiru fyrir heldur en þessum undirbúningi okkar er lokið. Þannig að samkvæmt planinu var í rauninni á næsta ári. Ég veit ekki hvort að það tekst, en það er allavega planið. Takk fyrir þetta. Þá látum við umræðu lið 7 lokið og snúum okkur að 8. lið, jafnréttisáætlun. Fyrir liggur tillaga að endurskoðaðri jafnréttisáætlun eftir umfjöllun í atvinnu, menningarmála og jafnréttisnefnd. Tillaga er að staðfesta jafnréttisáætlunina. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn kveður sér hljóðs, þá ber ég hana til atkvæða. Þeir sem ekki geta samþykkt hana gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 9, Helluþorp, 90 ára. Nú liggur fyrir að Helluþorp verði 90 ára á næsta ári og þá er hyggilegt að hafa tíma fyrir sér og fara að undirbúa það og sveitarstjóri er þegar farinn að hugsa til þess. Þess vegna til ég rétt að gefa honum orðið. Gjörðu svo vel, Ágúst. Já, takk fyrir það. Já, ég held að við eigum að nota öll tækifæri sem að gefast til að fagna og það er, ég held að sé bara ágætis tilefni að þegar að þetta þorp okkar hér fyllir 20 og hugmyndin þá svo að taka þetta upp hér að hafa tíma svolítið fyrir sér við setjum okkur svona svolítið hvað að segja, setjum okkur takmark í sérstaklega umhverfismálum á næstu þann tíma sem er fram að því að þetta afmæli er og búum til svolítið átak í þeim efnum. Það er svona hægt að slá marga flugur í einu höggi og þetta getur til tilefnið og
Nú síðan auðvitað er mikilvægt að setja einhvern hóp af stað til að undirbúa svona afmæli og við eigum nefndir og við getum notað þær, til dæmis atvinnu- og menningarmálanefnd gæti bara haldið utan undirbúning fyrir svona afmæli. Veitum vel að þetta geti fallið að einhverju öðru sem við erum að gera, töðugjöldum eða ég veit ekki hvað. En í það minnst er rétt að bara koma þess af stað og síðan er bara tilefni til að efla til átaks í umhverfismálum almennt í sveitarfélaginu og þetta getur verið eitt af því sem er hvatinn í slíku átaki, að það er fyrir dyrum afmæli. Og þar þarf þetta sveitarfélagið að gá undan með góðu fordæmi og sveitarfélagið þarf þetta sjálft að skipuleggja sig í þessum efnum. Þannig að tillagan er þá í rauninu svo að beina þessu í þessar nefndir okkar með góðum fyrirvara. Takk fyrir þetta, Ágúst. Það liggur fyrir tillaga að texta og tillögu varðandi þessi tímamót. Árið 2017 verður Helluþorp 90 ára en miðað hefur verið við upphafsárið sé 1927. Tilefni er til þess að minnast afmælisins með viðeigandi hætti og rétt að hefjast handa fljótlega við undirbúninginn. Þannig væri gott að huga strax að umhverfismálum og kannski hægt að nota tækifærið og hvetja til átaks í þeim efnum. Tillaga er að atvinnu- og menningarmálanefnd haldi utan undirbúning fyrir afmælið og umhverfisnefnd skipuleggi átaksverkefni með starfsmönnum sveitarfélagsins. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn kveður sér ljós, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, þeir sem geta samþykkt hana gefið merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 10, Þjóðólfshagi 3, beiðni umsögn vegna rekstrarleyfis til gistingar í flokki 2. Það er tillaga að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við veitingu rekstrarleyfisins. Enginn hreyfir andmæli við því, lítum svo á að þessi samþykkt samhljóða og eins er með 3 næstu erindi. Liður 11, Ketilhúshagi 3, beiðni umsögn vegna rekstrarleyfis fyrir gistingu í flokki 2 í sumarhúsi í landi Ketilhúshaga. Það er tillaga að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir við veitingu rekstrarleyfisins. Það er tillaga, þetta er samhljóða, ekki hreyfir andmælum. Liður 12, Rauðhóll, beiðni umsögn rekstrarleyfi. Tillaga að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir við veitingu rekstrarleyfis. Ekki athugasemdir, það er samþykkt samhljóða. Liður 13, Reynifell, lóð F2, beiðni umsögn vegna rekstrarleyfis. Það er tillaga að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir við veitingu rekstrarleyfisins. Engin athugasemdir, það er samþykkt samhljóða. Þá er liður 14, húsakynni, BS, 8. fundur. Lagt fram til kynningar, þið stoppið mig af ef að í þessum liðum hér sem eftir koma á er margir til kynningar, ef að ég vilja kveða ykkur ljós og margir Heppa gerður svo vel þennan lið. Já, mér langar bara aðeins að spyrjast fyrir mér, það er svona lagt til sveitarfélagana aftur varðandi hlaupabraut á Laugalandi. Það er svona svo sem húsakynni mun ekki gera ráð fyrir því hjá sér og biðja þá sveitarfélagin að athuga hvort þau hafi áhuga á að standsetja hlaupabraut. Þetta er í íþrótta- og tómstundanefnd hjá okkur. Vitið þið eitthvað hvenær er áætlað að hún fundi næst? Ég vil gjarnan vísa þessari spurningu til sveitarstjóra, gerðu svo vel Ágúst. Já, hún er að funda núna bara alveg á næstunni. Ég held að sé núna til lok mánaðarins. Það er bara að gá hvort það er komið inn. Það er í þessum mánuði. Já. Nægjandi, takk fyrir það. Liður 15, félagsmálanefnd, 32. fundur, lagt fram til kynningar. 16, Lundur, 23. stjórnarfundur, lagt fram til kynningar.
17, Lundur, 24. stjórnarfundur, lagt fram til kynningar. Margrét Harpa Kannski aðeins í þessari fundakir bara vekja athygli á að þar lætur stjórn vita að það þarf væntanlega auki fjármagn í lokverkefnis en það ekki þó þessu ári sem að þarf auki en það þarf kannski að huga að því í fjárhagsáætlun 2017. Það bara þannig að allir séu meðvitaðir það. Hárrétt, takk fyrir það. Liður 18, Lundur, stjórnarfundur 25. Stjórn Lundar óskar eftir að samningur við þjónustumiðstöð Rangárþings Ytra eftirlit með framkvæmdum viðbyggingar verði framlengdur til áætlaðra loka framkvæmdatíma, það út í janúar 2017. Og þetta vegna undirskriftar sem var í gær annan áfanga Lundar eins og framkom fyrr á fundi. En orðið lausn þetta. Sveitarstjóri Ágúst. Já, það bara, hér í gögnunum sem sé samningurinn sem í gildi, eða var í gildi fram á áramótum. Og óskin þá svo að framlengja bara þennan samning út í janúar 2017 og breyta í rauninni. Þetta snýr þá að því að það þjónustumiðstöðin okkar sem sér eftirlitið og það greitt samkvæmt taxta þjónustumiðstöðunar. Og Bjarni Jón Matthíasson hefur sinnt þessu fyrir okkar hönd. Takk fyrir þetta, orðið laust. Liðið hafi gert sér ljós. Þá ber ég upp fyrir liggjandi tillögu þeir sem geta samþykkt. Já, hana og fela sveitarstjóra að ganga frá viðeigandi samningi gefimerki. Það samþykkt samhljóða. Þá það liður 19, fjallskilanefnd, landmannaafréttar, fundakja lögð fram til kynningar. Liður 20, sorpstöð Rangárvallasýslu, 178. stjórnarfundur, lagt fram til kynningar. Liður 21, brunavarnir Rangárvallasýslu, 47. stjórnarfundur, lagður fram til kynningar. Sveitarstjóri Ágúst Mári Gjörsvöld. Ég bara benda á það sem sé verið að auglýsa eftir nýjum slökkviliðsstjóra og það verið að taka þá sem sóttu þeir voru 2 til viðtals núna í þessari viku. Þannig að það liggur fyrir mjög fljótlega hver verður á þetta. Bara segja frá þessu. Akkúrat, takk fyrir það. Liður 22, stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga fundur númer 837, lagður fram til kynningar. Liður 23, námsferð íbúalýðræði, lagt fram til kynningar. Margrét Harpa Gjörsvöld. Bara spyrja, hefur einhver á okkar sveitarfélagi sem áhuga að fara? Ætlar einhver að fara frá okkar sveitarfélagi? Áhugi fyrir því? Takk fyrir þetta, Margrét. Vísa þessu á sveitarstjóra Ágúst Gjörsvöld. Nei, það hefur sjálfsög enginn sýnt þessu áhuga, en mér finnst þetta mjög áhugavert. Og ég held að við eigum að svona aðeins að skoða það hvort að við eigum ekki að kanna alveg hvað þetta kostar og svona, hvort að þessi ekki þess virði að við tökum þátt í þessu með einhverjum hætti. Mér segir svo hugur að þetta verði í framtíðinni meira notað. Ég meina við þekkjum alla þessa tölvubyltingu og allt það og möguleikana sem hún skapar og ég tala nú ekki þegar svona gott samband út allt eða það hefnast nú allt. Þannig að þetta mjög áhugavert og þeir eru mjög framalega svo þarna í Vesterås í þessu, þannig að ég held að ég hef allavega áhuga því að fara ykkur fyrir okkar hönd. En ég veit ekkert hvað þetta kostar, það skoða það fyrst. Verða Ágúst tek undir það, þróunin í þessa átt og þá þetta gott að fylgjast með og fræðast af þeim sem lengst eru komnir í þessum efnum
og það eru svíjarnir eins og kom fram í Ágústi. Þetta er lagt fram til kynningar hjá liði 24, stöðuskýrsla sjúkraflutninga HSU, lagt fram til kynningar. Þar með er dagskráin tæmd og þegar fundargerð hefur verið yfir lesin og samþykkt þá segi ég þessum fundi slitið. Takk fyrir góðan fund.